Íslenskt búfé, þessum er að þakka að Íslendingar lifðu af og nú er það íslenska geitin. Þetta er huna, kvenkyns geit. Þær eru með skegg og hornin vísa yfirleitt beint upp. Strý er lönguhárin og fiðan er stuttuhárin, þær eru með dindil og ganga á klaufum. Þarna er hyrndur hafur og með mikið strý. Kollóttur hafur eða karlkyns geit er í rauninni með smá hnýfla. Þetta er kið eða kiðlingur. Þarna er kollótt huna og þarna er hyrnd huna með kiðið sitt og þarna er hyrnd huna með kiðið sitt sem er orðið bara býsna stórt. Og þarna er lítil geitahjörð, þar sem eru frekar lítil kið og geithafrar og hunur og á ýmsum litum. Þeim finnst greinilega mjög gott að fá brauð. Þarna er geitahjörð þar sem að kiðin eru svona heldur stærri en áðan. Þarna eru kiðin orðin ennþá stærri og þarna sést að fiðan og strýið eru byrjuð að losna af geitunum, sérstaklega þeim fullorðnu. Þetta væri hægt að kemba og nýta í band. Þarna er nú bara aliönd sem kemur málinu ekki beint við. Svo er nú einhver valdabarátta í gangi þarna. Það er leysa þetta svona með skynsumum hætti. Og þarna er einn gamall geithafur með gríðarlega stór horn. Og hann er að ganga úr fiðunni og strýinu. Þarna sjást saman geitur og kindur. Og reyndar hundur líka. Geitur eru jórturdýr eins og kindur og kýr. Þarna er mjög gott og rólegt samspil á milli kinda, geita og hunds. Þarna er geithafur og ær. Það sést vel munurinn á þeim. Þessar geitur á að fara að mjólka og þess vegna er pallurinn þarna og þær eru með hálsól svo að sé þetta binda þær á meðan að verið að mjólka. Hundurinn Baugur reynir að smala þeim á réttan stað en það gengur nú ekki alveg nógu vel hjá honum. En þessar tvær eru greinilega frekar þrjóskar og ekkert mjög hlýðnar. Þarna eru býsna stór kið komin með nánast fullvaxin horn. Þeir að hnoðast í stráknum og fá sér svolítið brauð. Geitur eru mikið fyrir að príla. Eins og sést mjög vel þarna, þessi litlu kið komin þarna upp á herðarnar. Og nú horfir þessi yfir kindahópinn. Geitur eru yfirleitt ekki mjög margar á hverjum bæ. Það eru miklu fleiri kindur á bæjum heldur en geitur. Geitur eru svona aukabúti. Geitur jarma en á allt annan hátt en kindur. Og hvernig nýtist geitin og hvernig nýtist hún í dag? Hún gefur okkur mjólk og þær mjólka yfirleitt meira en ær.
og það er hægt að búa til alls konar mjólkurvörur úr mjólkinni. Svo gefa þær líka kjöt og kjötvörur. Stökur eða geitagærur og skinn eða leður. Þetta er fiða af einni geit, mjög mjúk, og band úr fiðu eða kasmír. Og meira geitur, 1960 voru bara 100 eftir á Íslandi en í dag eru þær 2200. Þær eru yfirleitt mannelskar og mjög greindar. Þær geta orðið 12 til 18 vetra en verða oftast ekki nema 7 til 10 vetra. Fiðan er gisin og þess vegna þurfa þær hús á veturna svo þeim verði ekki kalt. Þær elska kletta og há fjöll, éta nærri eingöngu gras og hey og eru með 4 maga eins og kindur og kýr og eru þess vegna jórturdýr.